Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin mjög góðu gestur. Það engin annar en Ögmundur Jónasson. Ég kynni því svona eins og bara eiginlega rokkstjörnu. Þú ert, veit ekki hvernig ég á að titla þig, fyrrverandi ráðherra, fyrrverandi pólitíkus, núverandi svona lýðræðisvirkjandi og aktivisti. Já, eitthvað svoleiðis. Já. Og þú skrifaðir hansi magnaða grein inn á vefinn þinn í dag þar sem að í tilefni dagsins, að í dag nú 19. júní, baráttudagur kvenna. Þar sem hún tengir svona kvenréttindabaráttu íslenska kvenréttindabaráttu við bara tilveru réttarbaráttu, mannréttindabaráttu Kúrda. Já, talar rétt, þetta kvenréttindadagurinn íslenski til að minnast þess að íslenska konur fengu kosningarétt árið 1915. Já. Það hefði verið reyndar samþykkt á Alþingi nokkrum árum áður, 1911, en danski kóngurinn vildi ekki staðfesta lögin fyrir á þessu ári. En það voru konur sem voru eldri en fertugar sem áttu kjósa og þær fengu síðan kosningarétt að borðu til jafns við kalla 1918. En þetta verður manni tilefni til að hugsa hvernig á því geti staðið að þessi staða hafi verið uppi, að kynjónum hafi verið mismunað með þessum hætti og annað sem að kemur upp í hugan og leitar á hugan hvað þetta kostaði mikla baráttu. Og að því tilefni hugsa ég suður á bóginn og út í heim þar sem að konur að berjast fyrir sínum réttindum og á brattan að sækja. Og það alveg rétt, ég skrifaði grein þar sem ég tengi þessa baráttu kvenna í Tyrklandi og síðan í Rósjava, Norður Sýrlandi. En þar hafa konur, kúrdískar konur, og ég sé að þú ert með kúrdískan klút hálsins, að það fyrir vel á því. Tilefni dagsins. Að þær hafa staðið mjög framalega í þessari baráttu. Og nú náttúrulega ekki hægt að alhæfa alla Kúrda. Þeir eru 50 milljón talsins og búa í 4 ríkjum að minnstakosti á þessum slóðum. En það hægt hins vegar að vísa í ákveðnar hefðir sem að þeir eru að reyna að festa í sessi, Kúrdarnir sérstaklega í Tyrklandi og þeir framfara sinnaðri í þeirra hópi í Tyrklandi og í Norður Sýrlandi, í Rósjava. Það að stuðlað jafnrétti kynjana og leiðtogi Kúrdana sem að með svo hættulega skoðanir að það þurft að loka hann inn í aldarfjórðung rúman. Hann hefur lagt áherslu á í sinni baráttu allri. Þetta gamall marxisti Abdullah Öcalan. Hann segir það verður engin sósíalismi án jafnréttis kynjana og það verður engin sósíalismi heldur án lýðræðis. Þetta eru svona 2 forsendur sem hann leggur til grundvallar. En svo ég haldi áfram með Rósjava og Kúrdana þar og þessa tengingu alla, að þá eru konurnar í Rósjava, þær hafa vakið athygli, bara heimsathygli, fyrir framgöngu sinna í varnarbaráttu sinni gagnvart aðsteðjandi vanda, árásum frá tyrkneska hernum og ISIS, svona öfgahópum íslamista sem ekkit mikið gefið kvenréttindabaráttu. Og þær hafa vakið athygli fyrir hve einarðarlega þær hafa staðið saman og hve framarlega þær hafa staðið í þessari baráttu. Og ég efna til fundar, boða til fundar eða bjóða til fundar í hádeginu á mánudag, 23. júní, Safnahúsinu Hverfisgötu, þar sem ég fæ höfuð saksóknarana í sem sagt í ákærum sem settar eru fram á hendur tyrkneska hernum og tyrkneskum stjórnvöldum annars vegar og þessum hópum þessum islamísku hópum í Norður Sýrlandi sem hafa reyndar lotið
leiðsagnar og stjórnar frá Tyrklandi. Og þessir aðilar, tyrkneski herinn og þessir hópar hafa framið gríðarlega hryllileg voðaverk þarna og framið mannréttindabrót og það var Permanent People's Tribunal heitir það sem að þessi saksóknarar fóru fyrir og koma í safnahúsi núna hjá okkur til að greina frá niðurstöðum sínum. Og aðeins þennan Permanent People's Tribunal, þetta dómstóllinn sem að Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre og fleiri sett á laggirnar á 7. áratugnum til að taka á Víetnamstríðinu og mannréttindabrotum og glæpum sem framinn voru í Víetnam á sínum tíma og þessi dómstóll var síðan endurvækin á 8. áratugnum til að taka á einræðisstjórnum í Suður-Ameríku, í Rómörsku Ameríku og hefur síðan verið að taka til hendinni á ýmsum svæðum þar sem að mannréttindabrot hafa átt í stað og staðnæmdu síðast þarna í Rojava. Það svona tilraun til þjóðarmorðs sko. Það það að þau þurrka þá bara út og dreifa þeim alla byggðir og Tyrkirnir þegar þeir réðust á Afrín fyrir nokkrum árum þar sem að Kúrdabyggðir voru miklar. Þá var það gert undir merkjunum Olive Branch, Operation Olive Branch, svona friðargreinin. Og þar tókuður með Kúrdana og ráku þá á brott, kristna reyndar líka og gyðinga sem þarna bjúgu. Þannig að þetta svona óhæfuverk sem að þarna hafa verið framinn og ég vil vekja athygli á. Ég sótti ákvað að sækja þessi réttarhöld í Permanent People's Tribunal sem eins konar dómstól til varnar alþýðunni. Þetta ekki formlegu dómstól en hefur mjög mikið vægi sem slíkur vegna vegna vandara vinnubragða. En sko hefur hann eitthvað vægi, nú náttúrulega gagnvart þjóðarmorði í Palestínu og þá eru menn dálítið uppgjafalegir bara varðandi svona þessa alþjóðarstofnanir sem að eitthvað mega sín lítils og Jú, en það einmitt svolítið merkilegt að átökin í heiminum eins og ég sé það eru á milli þeirra sem að vilja byggja samskipti ríkja á lögum, law-based order, eins og stundum við talaðum á ensku, og hinna sem að tala rule-based order, það er að segja reglur sem ákveðnar eru og það það sem að Trump og félagar vilja. Við setjum reglurnar og við ráðum. Og þeir vilja ekki þessar stofnanir á borð við Sameinuðu þjóðirnar, alþjóða glæpadómstólinn og annað slíkt. Þeir vilja þær bara burtu og setja reglurnar og ráða þeim sjálfur. En jafnvel þessar alþjóðlegu stofnanir á borð við Sameinuðu þjóðirnar og aðrar ámóta, þær hafa ekki staðið sér sem skildi í seinni tíð og þess vegna hafa komið til sögunar stofnanir, dómstólar, dómstóll, þetta er sá frægasti. Þess vegna hafa þau komið til skjalana, þessir dómstólar, til þess að tala máli alþýðu manna og fórnarlamba glæpa samtakana allra. Og þótt að sé kannski ekki násamlega hlusta á það núna, þá eru þessar heimildir til allavega og það þessi vinna fyrir fram. Já, það mjög mikilvægt og þetta svo ég tala af eigin reynslu að þá var þessi dómstól starfandi fyrir 2018 í París, tók þá fyrir málefni Kúrda innan landamæra Tyrklands og ég ákvað að sækja þau réttarhöld og satt þarna alveg eins og límdur við stólminn í 2-3 daga og bauð nokkrum vitnanna til Íslands í kjölfarið og við héldum fund í safnahúsinu og ég að gera það sama, ég fór aftur 5., 7. og til 7. febrúar núna í ár til þess að bara sitja og hlusta á þetta. Ég var á þessum fundi að þetta var mjög eftirminnilegur og opaslega eiginlega vakti mann til vitundar eitthvað samhengi sem að maður hefði ekki átt eitthvað svona undir samhengi í heimspolítikinni út frá sjónarhorni þessara réttindabaráttu Kúrda. Akkurat. Þannig að ég kallaði nú til og við vorum
gott spjall hérna í fyrra í mótmæla en hins vegar farmaður þetta kallaði og þú ert búin að vera mjög ötull að rannsaka þetta samhengi allt en það kallar eiginlega á meira grúsk sko. Já, alveg rétt og þetta grúsk leiði mann áfram síðan en aðeins þetta að hvort þetta hafi áhrif nú hefur komið fram í okkar spjalli að þetta hafi mikil áhrif á mig og þetta hefur haft mikil áhrif á þig og vonandi á einhverja sem að hlusta á þetta og koma til með að sækja þennan fund stuttan, snarpan en upplýsandi fund klukkan 12 í Safnahúsinu hverju skötu á mánudaginn. En getur þú sagt okkur það er ein kona og... Já, hún heitir Seren Usial og tyrkneskur mannréttindalögmaður í forsvari fyrir European Association of Lawyers for Democracy en hann, Jan Fermon, hann belgískur mannréttindalögmaður aðalritari International Association of Democratic Lawyers svo ég segi þetta á ensku, ég kann ekki að þýða þetta aðmjölega og þetta voru höfuð saksóknarar í þessum máli gegn Tyrkjum og þeirra sem sagt handbendum þarna í Norður Sýrlandi en svo ég aðeins botni þetta með þennan febrúarfund sem síðan var niðurstöðurnar voru kynntar nokkrum vikum síðar í Brussel og ég var aftur mættur þar bara til að hlusta á það og fylgjast með framvindunni að þá var svolítið athyglisvert að þarna töluðu á þeim fundi eða fundi sem var haldið í tengslum við þessa kynningu þá töluðu fulltrúar margar Evrópuríkja og það stóð upp á hverjum manni málflutningur fyrir það sem færi voru rök fyrir eða reynda að færa rök fyrir aukinni vígbúnaði. Við þurfum meiri vopn og meiri varnir og svo framvegis. Þá stóð upp kona, Nilüfer Koch heitir hún og er kurdi í Evrópu, sem býr í Evrópu. Og hún sagði, heyrðu, hvað er ég að hlusta á? Ég er að hlusta á fólk hér, hvernig einstaklingin á fætur öðrum, það voru reyndar aðalega konur, og það er konur sem tala þannig saman, að þær vilji meiri vopn og meiri manndráp og meiri vígaferli. Við erum að reyna að komast út úr þessum heimi. Við erum að reyna að ljúka stríði og óeiningu og misklíð og hvað þá ofbeldi sverkum sem við höfum búið við. Við erum að reyna að stíga út úr þessum heimi. En þið eru alltaf að tala hér vígbúnað og vígvæðingu. Er heimurum bara að verða galinn og mér fannst þetta svo gott að heyra þennan tón og þegar maður heyri það síðan frá Abdul Öcalan sem við rættum hér áðan, situr í fangelsi, búin að vera þar í... Er það ekki Imrali, jú, rétt. Sem er Marmarahafinu, rétt undan strönd Istanbul, mikla garðs, að hann hefur lagt til að PKK sem er tyrkneski, kurdíski verkamannaflokkurinn sem hefur staðið í stríði innan landamæra Tyrklands að myndur leggja niður vopn og nú ættu menn að semja og þá hafa menn sagt vilt þú semja við kúaraðina, viltu semja við Erdogan, viltu semja við stjórnvöld í Tyrklandi sem að halda upp í árásum á okkur dag hvert innan landamæra Tyrklands og í Rojava. Já, segir hann, við skulum ekki horfa fram hjá því að kúrdar og tyrkir hafa lifað í sátt og samlyndi á þessu svæði í 1000 ár. Í 1000 ár. Gleymum því ekki, sagðan. Jú, við höfum verið að berjast í síðustu ár og áratugi. Nú skulum ljúka því. Þetta á að vera liðin tíð. Við höfum að stíga inn í aðra og bjartari og lýðræðislegri framtíð þar sem að ríkir meira jafnrétti en við búum við nú. Þetta eru bara tónar sem eru allt aðrir en við heyrum nokkur staðar annar staðar í þessum heimi sem að er stýrt af friðarviðræður eru ekki hátt skrifar. Nei, það er ekki hátt skrifar. Nei. Og ég man að fundurinn þarna var akkurat á sama tíma og það var stór NATO-fundur eða allavega voru einhverja samningaviðræður NATO hérna. Já. En hvað myndi Öcalan segja
eða hvað segja Kúrdar sko varðandi þessar friðarviðræður þegar bara svona mikil vígbúnaður það breytir ekki sko þeir segja, þeir hafa sagt við treystum engum, við eigum einu viniti sem við eigum eru fjöllin og þá er verið að vísa til skæru hernaðar og sjálfsvarnar baráttu en það er haft eftir Öcalan og hefur verið haft eftir honum í Míneyru að þeir hafi séð 3 kosti í stöðunni þeir gætu reynda ná einhverju samstarfi við Íran og Írani sem hafa verið raktir frá Sýrlandi, þeir hafa haft sveitir þar, þetta allt með útsendara og sveitir og vígamenn út alla trissur. Við getum neitt að ná sambandi við þá. Við gætum í öðru lagi reynt að ná samkomulagi við nýlenduveldi gömul og ný, Bandaríkin, Breta, Ísrael, sem í sameiningu stóðu að stjórnarskiptunum í Sýrlandi nýlega. Við getum reynt að semja við þá. Það er vitað mál að Ísrael vil sundra Sýrlandi og við getum hagnast á því eða við getum saman við Tyrki. Og þá kom upp þessi umræðum, sko, býtu Tyrki, viltu semja við þá? Sko, jú, við höfum lifað í sátt og samlyndi í 1000 ár. Og þetta vilja Kúrdarnir þrátt fyrir það að í Damaskus sitja núna kúarar þeirra. Sá sem að fer fyrir stjórninni, hann var í forustu fyrir Al-Nusra, sem eru svona afsprengi út úr Al-Qaeda og voru í þessum ofsóknum á hendur Kúrdum í Rojava. Og ég man eftir því að í þessum réttarhöldum það var sýnt myndbrot þar sem að sást hvar konan okkur, einna svona sem stóð framalega þessari kúrdísku baráttu var skotin til bana og mér er sagt að sá sem hélt byssuna að hann sé núna dómsmálaráðherra Sýrlands eða öllu heldur réttlætismálaráðherra Sýrlands við á ensku heitir þetta Minister of Justice. En við þessa menn og alla menn vilja þeir semja og þá hafa Kúrdarnir nálgast þetta þannig og það hefur verið línan frá Abdul Öcalan að segja sem svo sko við vildum á sinni tíð fá sjálfstætt ríki og viljum það en gleymum því sinn skiljum það að Tyrkland vill halda upp á sín landamæri, Sýrland vill halda upp á sín landamæri, við viljum halda upp á okkar menningu og mannréttindu okkar. Og ef við nálgumst málin þannig að viðurkenna þeirra yfirráð, svona þeirra landamæri, þeir viðurkenni okkar réttlætisbaráttu, að við viljum lýðræði og okkar menningu, þá náum við saman. Og þetta er svo vitiborið og svo þroskað finnst mér og þetta er nokkuð sem að heimurinn allur þyrfti að læra af. Mannréttindin eru eiginlega ofar landamærum eða svoleiðis landamæra deilum. En við höfum nú eiginlega stuttan tíma til þess að sko tala þennan spennandi fund var réttilega kynnan, en má ég bara spyrja í þessari bók, þessu plaggi sem er þar niðurstaða sem sagt? Já, sko, það eru... Er þetta svo spennu, á maður að koma mánudaginn til að vita hver niðurstaðan? Það er bara, sko, að því að við erum alls svo upptökin og megum ekki að lesa margar og stóra bækur, þá fáum við þetta bara beint í æð. Þessir fundir sem að ég hef verið að boða til róttækra skoðunar heita þeir og hafa verið orðnir allmargir, þeir eiga það sammerkt að vera allir stuttir og svona samanþjappaðir til að fólk fái fróðleik á konsentreraðan hátt í stuttu formi og það verður þarna á mánudaginn. Mannréttindi á mánudagi sko í hádeginu, geta menn jafnvel farið úr vinnu og komið hérna. Ef svindla aðeins á tímanum sko, þetta er klukkutíma fundur, kannski rúmlega í allra lengsta lagi 1,5 sennilega ekki svo langur. En má ég nokkuð spyrja sko, á því nokkuð verið að spyrja þið núna hver er niðurstaðan úr? Hún er svakaleg. Hún er bara alveg svakaleg? Já, hún er svakaleg og hún er svo. Svört. Já, hún er svört og að þessi mannréttindabrot að þau eiga sér stað fram á þennan dag á hverjum einasta degi og það sem er óhugulegt við þetta og er kannski að breytast, það má vera að það sé að breytast núna að
sko þessir stríðshópar þarna að þeir hafa stært sig af voðaverkum sínum og þeir svona sendt út myndbönd þar sem að sína undir mikilli hátíðamúsík og baráttumúsík þar sem þeir eru að drepa fólk tónlist, það er nú bara þannig. Einhvern veginn í pressunni er það svona búið að réttlæta það að það er einhvern veginn búið að koma því þannig fyrir er það að Kúrdar séu réttræpir. Já, þannig á þessum slóðum en svo hafa þeir verið að vinna virðingu hjá öðrum, hjá mér og hjá þér og það ber klúturinn góði vitni, er það ekki? Sem að maður setur það upp hér eftir þangað til á 19. júní sem sagt. Hver er þetta? Þú mæti kannski í safnahúsi með klútinn? Já, er það ekki? Og hérna, jú, það er mjög gaman að lesa líka bækur eftir Hafing Búnesir og Össaland. Bókaði mitt það sem er tengt saman, sko, lýðræðispælingarnar og hvernig þetta... Þú hefur nefnilega komið á nokkra svona fundi. Ég mani til því. Á nokkra svona fundi, já. Þannig að við mælum með þessum fundi og kynnum að hér með á mánudaginn í hádeginu klukkan 12 í safnahúsinu þar sem að verða 2 mjög merkir mannréttindar lögfræðingar að kynna niðurstöður þessa dómstól sem heitir nú aftur hvað? Permanent People's Tribunal. Já, sem ég þýtt sem dómstól til varnar alþýðumanna. Flott. Ögmundur Jónasson, hjartans þakkir fyrir að koma að Rauðaborðinu og segja okkur frá þessum viðburði. Ég þakka hlustendum áhörundum fyrir að vera með okkur, hendast inn á slóðir Kúrda og yfir öll landamæri í mannréttindabaráttunni. Ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að varpa spjallunni yfir til ykkar og förum í smá fríminútur og höldum áfram hérna við Rauðaborðið að ræða málin. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.